Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp í Pakkhúsinu hérna í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Við ætlum meðal annars að fræðast jarðböðin, hvað er að gerast þar og hvað er framundan. Þegar giska á að sé verið að stefna á að stækka þar. Við ætlum líka að tala Andrésar andaleikana sem standa yfir hérna á Akureyri. Þó að sumarið sé komið þá er eiginlega bara mjög viðeigandi að halda þetta skíðamót núna enda ansi vetrarlegt hérna úti. Ég veit að það eru dálítið margir svekktir með það því að það var komin 15 stigi hiti og fuglarnir farnir að syngja á börnin á reiðhjólunum en það er út það í bili að minnsta kosti. Við ætlum líka aðeins að fræðast styrktarkvöldverð sem haldið verður á Lambinn hérna í Eyjafjarðarsveit. Við ætlum að fræðast vorkomu Akureyrar sem haldin var í gær og þar sem að valinn var bæjarlistamaður og veittar ýmsar viðurkenningar, til dæmis fyrir hús og garða. Og svo ætlum við að líta hérna niður í Hof, menningarhúsið Hof á Akureyri en hann Atli Örvarsson tónlistarmaður var þar í vikunni að taka upp kvikmyndatónlist fyrir Sony, hvorki meira né minna. Getur verið spennandi að fylgjast með því. Og svo heyrum við henni Eddu Björgvins leikkonu sem er að fara yfir ferilinn sinn í sýningunni Eddan og verður hér á Akureyri kvöldföstudagskvöld og annað kvöld, laugardagskvöld, getur verið spennandi. Við ætlum hins vegar að byrja á því að fjalla örlítið vorsýningu útskriftarnema hjá Verkmenntaskólanum á Akureyri. Verið velkomin, útskriftarnemar. Takk fyrir. Segðu mér aðeins kannski bara til að byrja með frá listnáminu í Verkmenntaskólanum. Hvernig er það uppbyggt? Það eru 3 kjörsvið sem þú velur. Þú getur farið inn á hvort myndlist, textíl eða tónlist. Og í rauninni myndlistakjörsviði held ég í rauninni felur í sér ljósmyndun, grafík, teikningu, málun og í rauninni þess að kannski sjónrænni miðla. Já. Tónlistakjörsvið er held ég í samstarfi við tónlistarskólann á Akureyri. Já, mér heldum að vera búin með eitthvað í tónlistarskólanum til þess að geta farið í námið í Verkmenntaskólanum. Og svo ert þú á textílsviðinu? Já, það er sem sagt, við erum með vef, ég held við séum eini skólinn á landinu sem kennum vef og það er... Og þá ertu ekki að tala internetið? Nei, þá er ég að tala svona vef í vefstól, sko. Já. Og svo er líka fatahönnun og svo er textíl og búningasaf og skemmtilegt, sko. Og hvernig er þetta nám? Þetta er bara stórkostlegt, sko. Já. Rosa fráslegt og skemmtilegt. Já. Og fær svona töluvert frelsi til þess að kannski bara fást það sem þið langar að fást við kannski að einhverju leyti. Þetta er mjög svona líbó, sko. Hvers vegna ákveðuð þið að velja þetta nám? Já, stórstu spurt. Já. Þetta er bara gaman. Já, ég rauninni þegar ég byrjaði í Ofma og vissi ég rauninni ekkert hvað ég ætlaði að gera. Ég byrjaði rauninni á grunnnámi byggingagreina. En svo var ég alltaf búinn að hafa einhvern svona undirliggjandi áhuga á tónlist og myndlist og svo var líka fullt af félögum sem voru þarna. Það virtist að vera gaman. Maður svona flæktist þangað pínu, sko. En þetta þú hefur ekki verið með þetta sem draum frá æsku? Ég hef alltaf haft áhuga á myndlistinni. Mamma mín er málari, sko, kennir upp í Ofma líka og þannig að maður svona hefur alveg stuð við þetta. Ég byrjaði á myndlistakjörsviði, sko, en skipti síðan yfir á textílkjörsvið til þess að læra fatahönnun. Þannig að maður má skipta skoðun? Já. Já, ekkert mál. Fyrsta önnin er held ég allt sama. Já. Þannig að enda maður kannski ennþá svolítið að móta hvert maður vill fara. Já, það er eitthvað svona viss kjarni, sko. En sýningin helgina, segðu mér aðeins frá henni. Já, þetta er bara útskriftarsýning í rauninni bara sem áfangi í skólanum. Þar sem þú færð bara eina önn til þess að þróa verk sem endar svo með sýningu í samstarfi við kennara og þetta er núna í fyrsta skipti í Ketilhúsinu. Og ég held að þetta sé fyrsta skiptið sem þetta er í svona heila viku. Þannig að það er opnun á morgun eða eitthvað? Já, opnar á morgun klukkan 3. Í Ketilhúsinu? Já. Og hvers vegna ætti fólk að kíkja við? Þetta er rosa skemmtilegt, sko. Það er svo fjölbreytt og flott og... Bara að sjá hvað... Fyrir alla náttúrulega? Já, það er vídeólist og held að sé eitt svona hljómverk og málverk og kjólar og mála á flöskur og svona líka. Smá fiðrildi í maganum eða hvað? Já, þetta er rosa.
Þetta rosa flott sko. Æðislegt. Takk fyrir komin. Hvetjum fólk bara til þess að kíkja í Ketilhúsið á morgun og kíkja á hvað útskriftarnemar eru að gera og sjá bara hæfileikana sem þar liggja og sjá þau á fyrstu skrefunum áður en að þau mótast endanlega ef við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.